Já, góðan daginn aftur, Axel hérna. Þakka ykkur fyrir ef þið hafið horft á fyrsta vídeóið mitt. Ég algjör byrjandi í þessu, eða sérst með þennan þátt. Í fyrsta þættinu fór ég bara svona vítt og breytt það sem kom upp í hugan. En hérna, ég vil reyna að halda mig aðeins meira við Ísland og það sem að gerast á Íslandi. Þá Það búið að byggja upp mjög flott elítukerfi á Íslandi. Auðæfi landsins, eins og til dæmis fiskurinn, algjörlega í eigu elítu Íslands. Og þið munið eftir tölum sem komu út að það voru 68 milljarðar sem elítumafían fékk af auðlindum þjóðarinnar og þjóðin fékk cirka 3 milljarða. Þetta heitir auðlindarán eða arðrán þjóðarinnar. Fyrir raforku landsins fær fólk eiginlega enga greiðslur. Það kemur eitthvað lítið inn í gegnum launatengd gjöld og eitthvað slíkt, en einhverjir að græða svaka mikið væntanlega á þessu öllu saman, þessu brölti og þessum gríðarlegu uppbyggingum sem hafa átt sér stað. Og síðan tökum við eftir því að öll stærstu ríkisfyrirtækin, bankarnir, Landsíminn, Sementsverksmiðjan, Þörungavinnslan, þetta eru allt saman fyrirtæki sem að ömmur okkar og afar byggðu upp fyrir okkur. Síðan kemur elítumafían inn í dæmið og allt í einu eru bara einhverjir gaurar sem eiga þetta allt saman, einhverjir bara eitthvað fínt fólk, elítufólk svona. Og almenningur og þetta fólk fær alveg svakalega mikið laun og mikið arð af þessum eignum og þjóðin fær ekki neitt og meira segja ekki víst að kaupverðið hafi verið greitt. Og síðan við þurfum að átta okkur á því að allir fjölmiðlar landsins eru undir stjórn elítumafíunnar líka. RÚV bara skrípastöð, það er ekki fjölmiðl í þeim skilningi, það er ekki fjölmiðl í lýðræðisríki. Það er ekki fjölmiðl sem að upplýsir fólk eða rannsakar hvað í gangi. Og lífeyrissjóðir landsins, ég kem aðeins að þeirra þætti, lífeyrissjóðir landsins eru undir stjórn elítumafíunnar líka, ekki undir stjórn almennings. Og þetta eru peningar almennings, ég á nú einhverja smá peninga í lífeyrissjóði á Íslandi, þó ég gerum ekki að fá krónu af því nokkuð tímann. Og þetta lífeyrissjóðirnir eru það sem kallast Ponzi-svindl, eða Ponzi-skím. Og Ponzi-svindl byggir á því að ég sem borgaði inn í lífeyrissjóði mun aldrei fá neitt út úr honum. En hins vegar þeir sem eru nú framalega í röðinni, þetta svipað og keðjubréfin og allt það, þeir sem eru fyrstir í keðjubréfin og fá penning sko. Og meira að segja staðan þannig í lífeyrismálum í dag að ríkið greiðir allan lífeyrinn. Lífeyrissjóðirnir greiða nánast engan lífeyrir. Þannig að hvers vegna fólk að borga 10-12% af sínu launum allt sitt líf inn í lífeyrissjóðina sem þeim safnað saman í auðæfum. Þessi auðæfi síðan fara þeir sem að stýra þessum auði okkar fólksins, þeir fara síðan og spila svartapétur við verðbréfamarkaðinn eða seðlabankann eða bankana eða einhvern á Íslandi. Þeir fara að spila svona svartapétur. Og það merkilega með lífeyrissjóðina að þeir hafa alltaf tapað svartapétri. Þeir enda alltaf uppi með svartapétur og það þýðir í þessu samhengi
sá sem endar með svartabjötur, hann endar með tapið. Hann tapar peningunum. Og það þorir enginn á Íslandi að rannsaka lífeyrissjóðina. Þetta er ein harðsvírasta mafía sem er harðsvírasta deildin í íslensku elítumafíunni. Og og þá fyrir maður að spyrja sig hvernig er þetta allt saman framkvæmt? Hvernig fara þeir að þessu? Og hvernig er þetta gert? Og þetta ég hef oft kallað þetta skipulögð glæpasamtök, skipulögða glæpastarfsemi. Og þetta eru hagsmunir. Segjum til dæmis að nú komi pólitíkus og hann segir, já, við verðum nú að fara að setja fjármálaeftirlit á þennan eða hinn bankann. Og þá ringir bankinn og segir, já, heyrðu, við getum nú aðeins unnið meira úr þessu væntanlega. Og þú kemur bara í bankann til okkar og kaupir hlutabréf. Ferð og gamblar á þessum hlutabréfamarkaði eða gengismarkaði eða hvaða markaði sem þú vilt. Og síðan er þekkt aðferð í þessum heimi. Það er þekkt aðferð að það er sem sagt í upphafi dags er keypt hlutabréf eða veðjað á gengi eða eitthvað gert svona. Og í lok dags, ef að veðmálið misheppnaðist, svartabjöturinn, þá er kaupin skráð á lífeyrissjóðinn. Ef að þetta hefnast vel, þá fær þingmaðurinn eða eftirlitsmaðurinn eða kona, frænda, frænka, einhver hagsmunir koma yfir borðið. Og þetta virðast allir vita sem eru í þessum grensum og þessna er ekkert gert. Þetta eru nógu margir. Þetta eru nokkur hundruð eða þúsundir mann á Íslandi sem að njóta mjög góðs af þessu. Og svo eftir því sem er farin yfir píramídann, þá njóta menn aðeins minna. En síðan er fjöldinn, svo er einhver lína og síðan er bara allir þar fyrir neðan svakalega fátækir og eiga enga peninga. Og er ætlað að lifa á 130.000 á mánuði sem er alltaf alveg fáránlegt. Að bjóða fólki upp á það. Þetta er líka framkvæmt í gegnum lagasetningu, í gegnum, til dæmis ef þið pröfa að lesa lög, það er bara, venjulegir borgarar geta ekkert lesið lagasafnið, þeir bara skilja ekkert í því. Og það er bara svipað ef við eigum að lifa í samfélagi þar sem við getum ekki lesið lögin. Það er bara svipað eins og að senda fólk út í umferðina og það kann ekki umferðarlögin. Það náttúrulega gengur ekki. Og það er kerfisbundið framkvæmt þannig að fólk geti ekki lesið lögin, þannig að það getur ekki varið sig. Það veitir ekki hvað er að gerast, það veit ekki einu svona það er verið að fara illa með það. Það bara borgar í sinn lífeyrissjóð, trúir því, já, ég hlýt að fá ykkur að hjálp eða eitthvað gott kemur út úr því. Og svo bara líða árin og einn daginn verður bara sagt nei því miður. Lífeyrissjóðurinn er bara tómur. Það misheppnaðist svartabjöturinn okkar. Þannig að þú verður bara að tala við ríkið. Sem að þýðir að börnin þurfa að borga fyrir lífeyririnn. Eða hver sem býr í landinu þá. Og ég sagði áðan að það væri allir að fara í framboð. Það væri svo mikið að nýjum framboðum. Allir að drífa sig í framboð. Er það ekki bara komin tími á beint lýðræði? Hætta þessu flokkakerfið er hannað af elítumafíunni til þess að torvelda fólki að komast í lagasetningapottinn. Og þar í lagasetningunum gerist mikið. Það er mjög mikilvægt að sitja að lagasetningapottinum. Lagasetningapotturinn til dæmis segir það má enginn Íslendingur veiða nema við segjum það, nema ríkisvaldið veit honum einhver kvótabréf og eitthvað slíkt. Og og þeir greinilega hafa valið að gefa vinum sínum öll kvótabréfin.
Þannig að allir aðrir sita bara eftir með sárt ennið. Þannig að það ofboðslega erfitt að vinda ofan af þegar kerfið orðið svona rosalega rotið og í svona rosalega mörg ár. Lengi, það kom svona löng hefð fyrir þessu öllu. Allir dómarar landsins til dæmis hafa gert sekir að dæma gengistryggð og verðtryggð lán lögleg. Það á ekki að vera séns að þeir viti ekki ákvæði neytendavernd, að þeir viti ekki hvað klukkan slær og að eftirlitsaðilarnir, þeir sem eiga eftir að hafa eftirlit með héraðsdómi og Hæstarétti, það Alþingi. Og Alþingi meira að gerist sekt að skrifa lögin svo loðin að Hæstiréttur getur farið að ákveða hvernig lögin eiga að vera. Og eða héraðsdómur eða eitthvað slíkt. Þetta náttúrulega gengur ekki. Og þetta er ekkert einsdæmi á Íslandi, sko. Þetta hefur til dæmis Afríka hefur verið svona í mörg ár og Suður-Ameríka. Þetta engin ný vísindi.